1184, semst Hooks lögmál fyrir vír. Við erum með vír sem lengd L0 og hann með þverskurð flotmál A og í honum hangir þyngd tvöfaldbátt. Við erum að sýna að jafna 11.7 hegða sér eins og gormur, þar sem að stífni stuðullinn AY deilt með L0 sé K í raun og veru. Þannig að við erum með eitthvað sem segir að y sé jafnt og spenna sem þrýstingur, spenna deilt með streitu, streita. Þetta er í daglegu að kalla sigma deilt í epsilon, þar sem að sigma er jafnt og kraftur deilt á flatarmál og epsilonið er skilgreint sem delta L deilt með L0. Við getum fiffað þetta til aðeins, þannig að FA sé delta L deilt með L0. Delta. Þetta ekki á að vera jafnt og F deilt með A sinnum L0 delta L eða F L0 deilt með A delta L. Þetta á að vera jafnt og y. Þannig að við þurfum að fá eitthvað sem segir A y deilt með L0. Hvað gerist ef við fiffum þessa jöfnu til sem við erum komið með hér? Fiffum hann aðeins til, þá fáum við, ef við færum A-ið yfir, þá vorum við með F L0 deilt með delta L jafnt og AY. Við ætlum að fiffa þetta aðeins meira til og setja L0 undir, þannig að við erum með F deilt í delta L er jafnt og AY deilt með L0. En við skoðum vinstri hliðina, sem sagt F deilt með delta L, þá veitum við að kraftur gorms er F jafnt og kraftur gorms er F jafnt og Kx, þar sem að X getur verið skilgreint sem einhver lengd delta L. Þannig að F deilt með delta L er jafnt og K og það segir okkur það sem sagt að þetta þá erum við komið vinstri hliðina hér, þannig að þetta er K. Ok, þá eigum við að finna út hver kraftstuðull fyrir 75 cm langan vír er sem hefur sem sagt díametrinn, það sé að þvermáli 1,291 mm. Hvernig er hann að hegða sér? Ok, hann er úr kopar, það segir sérst úr kopavír, og þá förum við í bókina og finnum það að koparvírin er með 11 sinnum 10 í 10. Pascal, það er y eða honum. Þannig að við segjum sérst að y okkar fyrir kopar er jafnt og 11 sinnum 10 í 10. Pascal. Þess að svona fyrir ykkur að þá getið ég skrifa 110 gigapascal, það sem að giga er 10 í 9. Við ætlum að finna út flatarmálið á honum, við erum með PG í öðru deilt með 4, það getur verið flatarmálið notað díameter, við getum líka notað bara PR í öðru, en við þurfum að breyta þessu í metra, þannig að D er jafnt á 0,0012991 metrar. Við erum með lengdin á honum sem 0,75 metra. Þannig að til þess að finna A-ið þá erum við með pi sinnum 0,001, stróka hérna út, 1291 og þetta þarf að vera í öðru veldi, deilt með 4 og við skulum slá því inn. Þá fáum við svo mikið sem pi sinnum 0,091 í öðru veldi, deilum með 4 og fáum við A sem er 0,001
0,001 sýnist mér, já, metrar í öðru, og við ætlum að við ætlum að setja það inn í þessa jöfnu sem við vorum að leiða út. Þannig að við erum með 0,00001 sinnum 11 sinnum 10 í tíunda deilt með L0 sem er 0,75. Það eigum við að fá út 0,1. Það eigum við að fá út fáum við eitthvað sem segir að K sé jafnt og 8 Newton á meter. Ok, þá erum við komið stífnistuðlinn á vírnum, og ef við tökum síðan C-liðinn, hvað þarf þyngdin að vera til þess að vírinn strekkist 1,25 metra. Þá þurfum við að bara tekið F jafnt á KS-jöfnuna, sem að við vitum F er jafnt á KX. F er jafnt og 1,9 hérna, 8 sinnum 0,00125. Það fáum við að krafturinn sé 239,985 eða cirka, við ætlum að setja hérna newtonin svo að þetta líti betur út hérna hjá okkur, 240 newton.